Ég heyri í þér, sko. Heyrðu ekki í þér? Jú, ég heyri í þér. Já. Hvað er að frétta? Ég man alltaf líma sko. Það er bara uppáhalds hætti minni. Þvílíkt arpi! En þvílíkt snjóbolti! Look, I am a robot. Now, Windrunner, attack! Witchdottern er að slátra, þetta er Ostrakill! Nei. Það er að prófa sokk upp í okkur hann á sko. Já, komið sæl.
velkomin í viðureign NLG og Rím. Ég heiti Adam. Ég heiti Aron, Clarity Addict og Þunglitumundur. við ætlum að kasta fyrir ykkur þessari seríu. Við erum með erum við 6 lið í úrvalsdeild kraftvéla. Ég ekki alveg hreinn á hversu mörg lið við erum í deildinni. Það eru Þarna kemur þetta. stigatablan. Þetta er 5 lið. En það er eitt búið að draga sig úr keppni. Já, TDR, einmitt. Hrópandi Reykjavík eru hættir. Já, og Next Level Gaming með 6 sigra af 6 mögulegum og Rím eða rafíþróttafélag meira með 4. Og Arena og AHI Sports með 2 sigra hver, en AHI búin að tapa báðum sínum viðuregnum. Já. Allir með 2 frístig eftir að TDR tók sig úr keppni. Einmitt. Það verður spennandi að sjá núna með þessa viðuregn. Hvernig heldur þetta að fara að þetta? Ég meina NLG er á toppnum sko. En Rím ekki ennþá heldur búin að tapa, hann að Nei. þetta er El Clasico, þetta senunar, hann að þetta er liðin sem mættist í úrslitum núna í vor. Já. Og þar sigruðu NLG. Já. Fór það ekki 3-1? Jú, ég held það. Fór ekki leik 5? Nei. Minnir ekki heldur. Ætli draftið sé ekki bara handa við hotnið. Handa við hotnið. Og þetta verður alveg viðureign hérna. Best of 2. Mér finnst tímabært að kynna það sem við ætlum að gera í draftinu. Já. Við erum með skemmtilega drafthugmynd. Við ætlum að velja Red Bull hetju draftsins. Já. Og það er að við dæmum þetta út frá því að því stærri vængir, og því Red Bull veiti vængi, því líklegri er hetjan að fá Red Bull titilinn fyrir draftið. En ef enginn er með vængi, þá dæmum við út frá orku. Hver myndir þú segja var í svona orku mesta hetjan í Dota? Orku mesta hetjan, er það bara ekki Dawnbreaker? Er hún ekki full orku eða? Jú. Hún allavega glóir. Já. Nú erum við komnir í draftið. Komnir í draftið og NLG banna Battræder. Ok. Það er pirrandi kall, hann dregur mann. Já, líka bara getur verið svo þægilegt flex. Já. Svo Marci á Rím. Og að banna hana. Við erum búin að sjá að þegar Marci er í höndunum á Chromium þá getur hann gjörsamlega pakkað leikjum saman. Já. Fór ekkert sérlega vel í lið Arena hérna. Nei. Fyrir ekki svo lengu. Þeir fóru illa með á. Já, sem Marci hetja með þessum facet er bara allt of sterk að mínum mati. Ég allavega einhvern veginn get ekki survivad. Nei, svo kaupir hún bara Helmut og Overlord og getur alltaf notað vaffið sitt hvar sem er og já, Helmut Dom. Já, Helmut Dom. Já, ég er að segja það að facetin sem alla jafna er ekkert eitthvað svona það broken. Nei, en þú þarf svo mikið facetinn að vera með Helmut Dom með þér. Getur alltaf bara hoppa af creepinu sem er með þér. Já, er ekki facetin að þú færð buff stacks eða hoppar af hero unit? Ég er að segja það, þú veist. Facetin er broken úti að þú ert alltaf með hero unit með þér. Já. Og svo bara level 6 ertu bara að gera 1200 damage. Já, en NLG banna Shadow Fiend. Já, svona frekar leiðilegu kall líka. Já, bara hefbundin bönn. Búin að sjá hann mikið bannaðan. Og sömuleiðis Lesrak, Furion og Undying. Já. Allt sterkar hitjur. Já. Ídiktið á Lesrak er alveg freka þreytt bara allan leikinn. Já. Veistu hvað, er þetta ekki allt eitthvað svona hitjur sem geta tekið yfir early gameið? Jú. Og hvort lið vill það? Þeir eru núna að pikka á NLG. Sýnist 1 bann vanta í NLG og ekki að vera 3 bönn komin. Jú, það er rétt.
Ég var að gíska hvað er bönnuð. Já, Silencer? Silencer. Já, og First Pick of Dawn. Herrið, það komið contender í Red Bull hetjuna. Í drafti 1. Draftsins, já. Ok, Dawnbreaker Global Presence. já. Þetta er besta hetjan finnst mér til þess að svona ná að ef þið eru í bastli þá náðu að surviva einhvern veginn early mid-gameið bara með þessu ulti. Já. Og bara getur farmað hvar sem er Og já, kemur. einmitt. Þetta er svona einu skipti sem ég lendi í vandræðum er ef það er carry spec eða eitthvað sem vill gera nákvæmlega sama hinum megin á mappinu. Já. Þá er erfitt að spegla mappið. Já. Shaker hjá Rím, Já, hann er náttúrulega mjög sterkur. mjög sterkur núna, sko. Þetta er örugglega middið offlane Shaker, svo bannað er Phoenix á NLG. Já, er hann ekki Moisla Jú, Moisla er rosalegur á Phoenix? rosalegur Phoenix, sko. Ég og hann erum Phoenix bræður, sko. Já, hann fer í hinn facetin Já, og Aetherlands já, og hann bræðir. bræðir með hérna lasernum. Já. Hann væri svona Pringles hetja. Phoenix er ekki, þó hann sé með vangi, sko, en hann er flaming hot. Hann er flaming hot. Bannað Enchantress og þeir eiga leik hjá Rím. Það er ekki skápan. Það sé ekki bara eitthvað Ég ætla ekki ská Queen of Pain. Ég var að fara að segja, ég ætla að sé ekki eitthvað sterkur millinir bara sem eru vilja að banna út. Já. Þannig að þeir geta haldið flexinu á Shaker lengur eða eitthvað. Já, vilt ekki vera Earthshaker og fá Queen of Pain í grímuna, sko. Nei, ekki það að Shaker eiginlega, þú veist, getur spjarað sig á hvaða leini sem er, en Queen of Pain er svona, gera það frekar erfitt. Faceless Void. Ég banna Void. Okay. Sterk hetja núna. Já. Svona smá hit or miss. Já. Hvernig leikurinn spilast, en alla jafna getur alveg gert mikið, sko. Já. Með Helm og Dóm einmitt núna, þá finnst mér svona eins og hetjan geti bara ekki dáið með þennan auka armor sem vanlega fer ekki í. Sérstaklega early, sko. Og ert með timewalkið. Já. Þannig að það er skrítið hvað Helm og Dóm er búið að breyta svona smá metanu á hvaða hetjur eru. Bara farma hraðar og allt. Það er Zeus. Zeus second pick. Ok. Denia Hobo. Já. Zeusinn kannski. Einmitt, þetta er örugglega. Það er samt Jakiro og Warlock í sundlauginu, sko. Já, þegar þú segir það, langt síðan ég sé NLG draft sem pekki ekki strax Hobo hetju. Já. Út í að reyfilegt reynt að banna það svo mikið. Já. En já, ætla þetta sé þá Keisla að fara að spila Zeus. Eða er þetta bara Já. Taka Queen of Pain. Þeir taka Queen of Pain. Er þetta ekki eitthvað svona flex á Zeussinum? Jú. Queen of Pain er allavega að vinna Red Bull hetjuna eins og er. Herru, já, hún er með vangi. Hún er með stærsta vangina. Já. Og eina með vangi. Eina með vangi. Þannig að hver er með stærstu vangina? Er það Skyrað? Það er náttúrulega eftir, sko, hvað, ef þú ert með eitthvað sett eða eitthvað. Já, Skyrað er með Herru, þá kemur Hobo hetjan. Þessi er vangjaður, hann er með miklu stærri vangi. Já, hann er með 2 haus og 2 vangi, 1 á haus, sko. Já. Ætti að vera með 4 vangi og spyr mig. Já. Væri þetta rauður eða blá Red Bull? Jakiro. Ég bara er ekki alveg viss, sko. Nei. En þetta er mjög góð spurning og valið punktur hjá þér. Hvort myndið þú velja? Ekki bara bæði.
En já, þeir sækja kopp og hópa á hetjuna. Já. Núna eru þeir að pikka á rím. Reserve timeinn er byrjaður að tikka út. Já. Þeir eru að hugsa. Mér finnst eins og einhver svona þægilegur pipe carrier getur verið gott pick á rím núna. Já. Sús og Earthshaker og núna Puck. Það er alveg... Já, ég var að hugsa öfugt en það virkar svo sem í báðar áttir sko. En Dawnbreaker getur alveg farið í pipe snemma. Já. Ok, Puck Rubik. Puck. Nei, Rubik er rosalegur bara á það að búið að pikka 3 hetjur. Já. Bara Hamar, Dagger, Blink, Jakiro, allt. Já, þú veist. Þetta verður skemmtilegur leikur fyrir Rubik. Er þetta ekki bara eina leiðin til þess að ráða við hópa? Hleypa Jakiro í gegn og taka Rubik snemma? Það er enda góður punktur sko. Við ætlum að muna þetta næst. Já. En vantar klálega eitthvað. Ég byrju, er þetta þá hvað er að fara hvernig er að fara að leyna þetta á rím? Þeir eru að öllum líkjum Shaker mid eða Puck mid. Nei, Puck mid, Shaker off. Shaker 3. Já. Þeir ætla að pikka Carry í rím. Þeir pikka Ursa. Rubik er ekkert að elska það sko. Ekkert eitthvað æðislegt að stela á honum spelum en það er nóg í boði fyrir hann hvað sem er. Já, ég held að það þurfa ekkert að... En sko þeir þurfa eitthvað að pælja í pípu held ég á NLG sko. Þetta eru 4 Magic dúndrarar sko. Þeir gera mikinn skaða. Já, ég meina þú veist, Dawnbreaker er örugglega að fara bara Axe, Pipe sem second item. Það hlýtur að vera. Ég held ég hef aldrei keypt Pipe á Dawnbreaker sko. Já, ég hef gert það út í að vera neittur til þess að lýsilegum, en ég fíla það ekkert sérlega mikið, talandi að þú vilt vera hinum meginn á mappinu, spekla karriðinn og gefa honum eitthvað safe farm. Þeir banna Dragonite. Já, þeir banna Dragonite. Og NLG banna Weaver. Ok. En já, meinandi þá að sko, þú ert aldrei kringum liðið til þess að poppa pipe eitthvað í góðinu. Það þarf að últa inn og svona getur stundu verið eitthvað högt í því finnst mér. Já. En auðvitað pipe gott item á Dawn, samt sem aður sko. Ósammála. Ég verð ekki hraðra farm sko. Nei. Þeir banna Ember Spirit. Þeir halda að NLG eftir að pikka mid-hit. Þeir halda þetta sé support Queen of Pain. Já. Einmitt. Og ég held ég sé þar líka sko, svona í ljósi þess að núna er svo Dream búin að gefa upp eiginlega að þetta sé Puck mid og Puck Queen of Pain matchupið held ég að sé búið að breyta svolítið mikið núna eftir að Puck er orðin meira elusive. Já, og bara hýlast. Já, ég held að þú eigir alveg no sustain á móti Kopp og þetta getur dodgað face-shifta bæði eði og kúi hjá Kopp. Já. Og Sven. Já, bara Sven. Hjá NLG. En það er náttúrulega klárlega Carry. Make a sense. Sem að rím og eftir að velja. Já. Hingað til Jakiro ennþá að vinna Red Bull Elite draftsins. Já. Jakiro var ekki Queen of Pain. Hún er ekki aðeins vængjaðar en Jakiro. Ég er að horfa á bara módelinn hann hlið við hlið. Já, það er náttúrulega eldorka og ísorka í Jakiro sko. Já, en hann er bara með miklu stærri vængi.
Já, heyrðu, það er Ringmaster. Ok. Ok, þetta er Queen of Pain mid. Verið spellar fyrir Rubik. Meiri spellar fyrir Rubik og góðir spellar líka. Svipan með auka kastrensinu er alveg Já, og galið. Já, einmitt. Nú veit ég ekki, er ekki frekar látt kasttæm á Ringmaster svipinu hvort þið er? Ég ætla að fara að nefna... Langt? Nei, þú veist, það er lágt. Það er stutt kasttæm. Þú er eitthvað 1,5 sekundur, 1 sekunda? Nei, ég er ekki að tala um channeli, ég er að tala um að kasta svipinni. Rubik... Já. Það er bara sami... 0 kasttæm. Já, Eins en og þú channel, já. vilt channela, sko. Já. En þú Annars veist, er það ekkert damage og það er Abaddon. Jakiro spellarnir eru svo góður á Rubik úti að það er 0 kasttæm á Rubik. Ég var að meina. Já, það er instant líka Já, á Ringmaster. Skilðið núna. Og taka Abaddon í login. Eins og þú segir. Frekar gott á móti sem dot sem eru með á NLG. Já. Ringmaster, Kopp og Jakiro einhvern veginn svona svolítið í vanda með að góða hvernig ef Abaddon er nálægt. Já. Skulum bara fara yfir liðin hérna. Boss 1 Consequence er Abaddon. Boss 2 Puck, Icefog hjá Rím. Trummy, Boss 3 á Earthshaker. Keirsla er Súsfjarki og Moisla er Rubik 5. Hann er að fara að elda þessi Rubik. Bara að heyra þessar hetjur og þessi nöfn. Ég er spennt fyrir þessum leik. Já. Herru, í NLG erum við með Chromium á Ursu í Pós 1. Grétar að spila Queen of Pain á Pós 2 mid. Wu er Pós 3 og hann spilar þá væntanlega Dawnbreaker. Nú er þetta farið frá mér en... Hann er búið með 3000 leiki á Jakiro. Já. Það er smá. Biggie fær Ringmasterinn og Hobo væntanlega á Íslandsdrekunum, Jakiro. Prepare for battle. What is this? Meow meow, kissy kissy meow meow. This my point. Enginn búinn að smóka. Hvort liðið, já, var mitt að pæli því. Kissy kissy meow meow, kissy kissy meow meow. Kissy kissy meow meow, kissy kissy meow meow. Heyrðu, það er búið að brjóta smókinn. Þeir vita að þeir séu upp á highgroundinu. NLG, bakka. Ok. Bæði lið. Mörgulega svona freka með þetta hvar hitt er. Herru, á hvort drafti líst þeim betur, Adam? Og mér líst betur á Next Level Gaming, en Rubikinn er daldið að ég er hræddur við hennar Rubik. Ég er akkurat hinum meginn, sko. Mér finnst einhvern veginn Rím hafa svarað sér þokkalega með Abaddon, eru með Rubik fyrir alla þessa góða spella. Já. En jú, þú veist, alls ekki mjög favored. Það fer allt eftir þessum lanes. Já, svo mun líka bara Rubikinn fara frá Abaddon í svona level 5. Abaddon spjara sig alveg einn og mun fara að hjálpa öðrum. Er það sem ég held sé að fara að gerast. Kissy kissy meow meow, kissy kissy meow meow. Getur Abaddonin, já, tekið allt af sér. Stakkarinn, prikið, já, Ringmaster. Hver heldur að sæki first bloodina? Hvaða lane er að fara? Sko, ég held að Rím séu ekki að fara að fá first blood. Nei. Það eru bara með miklu sterkara early gameið á NLG. Já, það getur verið... Lokka kampið, stóra kampið. Já, Shaker er bara að fara að reyna að treyta þetta. Einhverju formi.
Abaddon er með 3 lastið. Ok. Hann ekki, hann á alveg, já, svona 1,5 veif eftir þarna. Hann er komið 5 núna. Já. Hann Hann var ekki ánægð með þetta sem ég sagði. Nei, það var restaði. Grétar er svolítið að, Þetta er líka halda millininu bara mjög jafnt. svolítið góðu, en já, frekar jafnt. Ég held að þetta hafi verið verra matchup áður fyrir Puck, sko. Já. Heldur en það er í dag. Þarna fær hann bara mana á HP Já, og misti. býtu nú við, þarna er eitthvað að gerast. Við vorum mjög low. Fær lána tango. Lastittin eru mjög jöfn, sko. Bara á öllum. Kísi kísi mjá mjá, kísi kísi mjá mjá. Reyndar væri ég ekki til að vera Earthshaker á móti Ursa og Jakiro. Jakiro, nei. En svona hann nær alveg, eða ætti alveg að ná að fá eitthvað. Hann er með 8 lastið núna. Sús með honum til þess að bolta ykkur range creeps. Fá bara level 6, spurning hvort það er. Hann hoppar. Hoppaði inn og já, þeir refsa fyrir það. Hann deyr örugglega ekki en hann á 7 stykk tjarta þarna. Hann er með Twin Terror. Já, Nú, ok. Hann er bara farinn. Já, kúrírinn hans kominn hana. Ég er farinn heim. Já. Held hann hafi bara verið góður eftir hann að stykk tjart en Já. Ég held að hann hefði dáið. já, kannski. Það var að fara að koma aftur upp dual breath og svona. Er það? Já, ég held það. Ok. Puckin er búinn að taka fram úr núna. Það eru 7 denies á Ursa. Já. Einu með eitthvað. Mjá, kísi kísi mjá mjá mjá. Eru Moisla. Já. Hann er að leika sér eldinum. Já. Hann er alveg healthy. Hann er að gera. Já. Já. I hope the rest of your day goes as well as that player. Fær sér eitt healing salve. Og mun koma sterkur tilbaka aftur. Og með Lotus í vasanum. Já, núna einhvern veginn eftir þetta TP heim, Shaker low, núna held ég að þetta lane sé bara svolítið búið fyrir Shaker, sko. Já. Sure, got a buzz. Núna viltu bara fara að stakka Ancients á Sús eða eitthvað. Heyrðu, Fyrsta blóð að fara að koma. það var rím. Ég var að fara að skjóta inn gíski á Consequence myndi á fyrsta blóð. Já. Náði ekki að þér. Það hefði verið gott call, sko. Já. Radiant's courier has been killed. Er til meira buggandi passive ability en þessi Abaddon? Heyrðu, hann bara tísa hérna, henda item á jörðinu og hlaupi í burtu aðeins. Á Shaker? Nei, á Ursunni. Já. Hann tók það upp aftur. Já. Worthy tribute. Þá viltu eiginlega fá þessi range creeps. Nei. Fá 2 free deny á range creeps. Lastittin eru ennþá bara svona frekar jöfn, nema Ursa er með 12 deny. Já, ég var með þetta pæli. Hann er svona eini sem er eitthvað, þú veist, þó að Dawnbreaker sé með alveg fleiri lastið, þá er þetta líka ekki, þannig að þetta ætti að vera komin level 6 svolítið vel á undan. Hann er með jafn mörg deny og Corin sem er að lasta þetta á móti sér. Já, 13. vá. Á Earthshaker. Já. Þeir taka hópa. Þeir drepa. Radiant's bottom tower is under attack. Það er ekkert mana, já. Jú, Nei, ok, góð mæting. go mæting. Já. Kísi mjá mjá, kísi kísi mjá mjá. Kemur Puck á góðum tíma hana. Og Rubik. Já. Aðeins og seinir kannski. Að bjarga Súsin. Þeir Kísi Hann kísi þyrfti mjá mjá, kísi kísi mjá á mjá mjá. Puck að fá rúni top, þá er þetta perfect rotation. Opin. Það hefði verið gott fyrir Puckin hana. En ok, býtu, er ekki Vú bara í klandri í þetta? Jú, hann er bara dauður. Já. Kísi kísi mjá mjá, kísi 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 Já, mjá mjá, þetta er einhvern kísi veginn- kísi mjá mjá mjá.
Heyrðu, Vá, ég held að Biggi sé líka í klandri. já. Ok, hann fyrir á burt. Nei, það veist. Hann er núna bara að reyna. Eftir 4 sekundur. Já, Já, hann er döður líka. það stendur. Nær hann til næginu? Nei, með feitbolt. Feitbolt, já, og... Herru, þeir resta allavega í staðinn. Hobo, já, steindauður, Shaker. Heyrðu, hann fer beinustu leiði í vistómið. Já. Ætti einhver... Það eru supportanir hinnir uppteknir Scanning. við annað. Brekar er skannaður, þeir vita hans hérna. Radiant are scanning. Þeir eru búin að nota bæði skönnin á Radiant. Og þeir bara fá þetta bæði Já, á NLG. Kísi, Vá, kísi, mjá, þetta mjá, er einhvern veginn kísi, svona mjá, mjá. gegn gangi leiksins. Ég haldi að Rím myndi gera, Allavega vernda einn. já, allavega ná sínu, sko. Það er ekkert leiðilegur en að vera level 4 Earthshaker Já. og missa bæði vistómið. Hvað, Kísi, kísi, mjá, mjá, kísi, kísi, mjá, mjá. þeir ætla að skilja Shaker bara eftir í möddinu þarna. En hann er í level 4. Já, Það eru allir level 4 í Rím. en fá allavega, eða hvað? Hljóta að fá auka. Hann á stikk og skjöld og healing lotus, hann er alveg góður. Þeir törna bara. Hann er samt þykkur, ég held að Vúinn fái mögulega að labba í burtu. Hvað, Já, það komið eitt lift hérna. hann er bara að fara að feitboltan held ég, sko. Bara skjöld og, Já, hann á Lift. liftið. já, easy. Notar lotusinn. Æjæj, kannski reynda að lenda. Óöpinn. Og koppfær 8 mínútur hún er líka. Já, það... Og Jakiro solo-killa Súsin hana, þeir hendi pakk út. Kísi, mjá, mjá, kísi, kísi, mjá, mjá, mjá. Radiant's Networth middle er tower is under attack. Undir 1000 kall Já, í hag Rím. þetta er eitt ekkoslam á Ancient ef þeir eru með eitthvað að stakka, þá, Já, það eru einhverju smá stakkar. hörðu, Það Ursa er mættir- ekki borrowed time, hann vita... Heyrðu! Ói. Yfir. Þetta er bara búið. Svipa. Svipa. Mjá, kísi, kísi, mjá, mjá, mjá. Ok, verður tipp þarna á Gretar. Óheppilegt. Svona mögulega eftir að hyggja og vera þetta að horfa á þetta, þurfti hann ekki að últa strax. Voru einhvern veginn búnir að ná þeim. Það var ekkert borrowed time. Og þetta var líka mæting hjá Ursa, þannig að svona eiginlega tapaði tímið en þeir hljóta að vilja fá tárin í staðinn. Nei, ná því ekkert. Heyrðu, Þeir svara bara. Middle tower is under attack. Queen of Pain fer bara með 10% Og lifir. Rúbikinn deyr á meðan Ursa... Ok. Radiant's middle tower has fallen. Mikið notað, Shaker fær smá pláss á meðan. Fór úr, að mig minnir 17 last hits í núna, væntanlega 28. Chromium að fá doppelkill. Já, Það draf Rúbikinn á hann og fyrir ná Súsinu. á. Dire's top tower is under attack. Vittu, Það er kóilað. Er hann bara að labba í burtu? já, akkur er þessi Jack Hero með bara 2000 HP. Ég veit það ekki. Hvað, akkur er hann svona, 1000 en hann er mjög tanky. Það er Arcane Rune. Herru, þriðja rúnið í röð sem hann fær á Coop. Og þetta gæti verið geti verið gott fyrir hann að ef hann nær næsta gangi að fá eitthvað út úr því annað en að hendur hann á lógrandið. Ok, Þetta er... networthið komið yfir á NLG. Ætti nú er hann að fara í Radiance og Abaddon eða? Þá ætti þetta að keyrast aðeins upp. Já, já. Já, hann, Það er samt 3100 kalli, já, hann að... já, hann er svolítið frá því, sko. Já. Og einhvern veginn er Shakerinn komið með meira networth en Dawnbreaker, þrátt fyrir Já. að hafa verið bara skilin eftir svolítið, sko. Það poppast bara á time. Já, þeir vilja elda. Þegar hann missar coil. Já, ok. Ó, mér fannst þess að það er hitt. Dawnbreaker Heyrðu. fekk ultið sitt.
alvöru mætingi á NLG. Ursa, nei! Hann hoppar ekki úr orbinum á Puck. is under attack. Ursa hljóp tilbaka í Puckin sko til að, Sko, Puckin er ennþá í vesinni. já, hann er steindauður. Vel gert hjá Grétari þarna og NLG að hafa Was the sound of your svarað. Þegar fætin var að byrja sá ég að Dawnbreaker var ekki með ult, hann hefur rétt svo náð að fá ultið og Dire's top tower is snúa under við. attack. Hann fór að berja Creeps til að fá ult í þið. Já, einmitt. Kísi mjá mjá, kísi kísi. Ætla hann ekko þetta? Þegar hann er búinn að stakka þetta? Þetta er nú ekkert eitthvað stærsta sem ég hef séð, sko. Nei, þetta er samt svona 10% af netvarstöður Radiant's hans. bottom tower Þetta er is under 10% attack. netto þegar hann sé á. Hann getur, hann fer í það. Hann fer í það. Fær blinkið sinn. Ég held að það degi ekki mörg Creep. Eða stóru. Radiant's bottom tower has fallen. Nei. Sko, ok, ég held að reynir alltaf að facebootsa þegar þú er búinn að púlla medium, eða stóra kampið. Reynir alltaf að facebootsa þannig að creepin snúi í átt að einsendinum. Þá farið öll slöggurinn á þau. Já. Það er svona, og því að það er alltaf 1-2 creep sem degi ekki alveg en þau verða þá bara með 1 hit eftir. Já. En hann fekk svo sem, Þetta hafðist. já, hann kom með blink. Þá vonandi getur Shaker farið að búið til eitthvað smá pláss með Puck og þessum supportum. Abaddon klárað. Nei! Já, þessi hamar er Já, mjög góður á Rúbik. Já. Sjá þetta kastreins. Dire's middle Já, tower Hann er is líka under breiður. attack. Og þetta er bara Þetta er galið, sko. Þetta er líka bara level 1 passive í Rubik, Arcane Supremacy. Já, heyrðu. Herðu, hann er ultið farið af. Hann er með 13 stygg tjálsa, Já, en hann er döður. Hann er steindur. Ok, þeir refsa fyrir þetta, já. Sækja Ursa í staðinn, ég held að það sé bara betra fyrir Já, Dream, sko. þeir stálu network lítinu Já. með þessum killið hana. Þetta er að flakka á milli. Já, Þetta er mjög jafnt. tæft. 11-10 í kills, inn á 1k network lead. En svona, NLG strax komið meira map presence, búin að taka þar niður 2 turna. Það væri gott ef Rím myndi ná einhverjum góðum fight og taka tower í kjölfarið. Já. Það er ekkert verið að berjast visdominn, það bara Já, fóru bara og sóttu það frí. Sigur megin. herru, Puck er ekki búin að fá 1 power rune, held ég. Nei, Ég man ekki hvað gerast á 12 mínútu en ég held að hann ekki fengið. það er með useless bottle. Já. Það er öll ulti uppi. Nema ring. Herru, Það er eitthvað að gera. Dawnbreaker ult topp. Dawnbreaker ult í topp. Tower is under attack. Einhvern veginn var það ekkert út úr í, en Dawnbreaker er örugglega farið að deyja fyrir þetta. Eða bara Abaddon í staðinn. Borðastæðið var bara búið. Já. Og hann er að spjóta niður. Hann er að fá endalaust að hnífum í sig. Á Ursiker. Já. En hann lappa bara í burti. Ok, Moisa er búinn að halda vúðana allan tíman og er bara að fara að drepa hann. Nei. Þarna koma Súsult. Já. Þeir taka Abaddon. Núna er einhvern veginn svona tími til að fara. Ég held að þetta sé fyrst skipt sem hann er með Echo og Blinkin. Sjá hennan Rúbik. Hann er bara að gera allt. Rubik gerði 1800 damage. Að kasta einhverjum hömrum og gerir mest damage. Einmitt. Hammer time. Geggjaður Rubik leikur. Já. Og mér langar í Dota núna að spila Rubik. Já, þarna, akkurat. Herriðu. Hann er að drulla yfir liðsfélagsinn núna. Bara pásar og tekur hann á Hann tepp. var að segja, hei, Shaker í mitt, hann er með Blink Echo. Eða að stelpan hans vaknaði. En hitt var skemmtilegra samt. Heyri svo hátt í Echo. Já. Það var allt notað. Það er ekkert ulti uppi hjá Rím núna.
En ekki heldur hjá NLG, þannig að það er bara Ringmaster. Já. Kannski einhver löng pása hérna. Herru, hvað, skemmtileg leikur sem er að fara af stað hérna. Fyrsti leikur. Já, þetta er hörkuleikur, það er líka mjög jafnt. Já. Það er, ég veit ekki ennþá hver er með mikla yfirhönd hér. Já, ok. Það er að rístarta. Go, segjum Ósla. Dire's middle tower is under attack. Puck, fáðu rún. Þeir taka örglega á mid-tower og þegar Kopp er döð. Hann lítur nú að fá þetta rún. Það er engin nálægt. Are fortified. Búa kom að reyna að byrja sem tower. Heyrðu, hann fór í vitlaus á. Já, hann orpaði og hoppaði yfir. Veitu, ég held að hann fær þetta samt. Opsin þarna myndi... Nei, Opsin sér ekki. Súsin var Opsin alls þarna. Já, já. Komin með Glimmercape á Jakiro. Kóp og Harry er alltaf með eitthvað vesen og það er ekkert drepið hann. Nei, þú veist, hann er alltaf þykkur. ég er að segja það. Hann er með eitthvað auka HP, sko. Líka, Ringmaster hendi Red Bull í hann og hann stækkaði og fekk HP hann. Hann var risastór, risavangir, sko. Þetta var það. Já. Ok, samt alveg þokkalega mikil mæting hjá Rím fyrir þennan Jakiro. Smá space fyrir Ursa sem var að klára stakk þarna sem er alveg að táira svolítið í networth. Komin í 9k networth. En það er samt bara team networth, þið er bara nánast jafnt Já, á liðinum. þetta er þarna 600 kall á milli. Supportarnir eru svona jafnir heilt yfir. Ringmaster er mjög fátækur, sko. Það er í rauninni bara Ursa sem er að vinna og Dawnbreaker er aðeins Það er bara 50-50 Dota plus win probability. We have a game, ladies and gentlemen. What a game. Herðu, hann næri að dodsa stönnið. En Aftur er Jakiro mættur. samt, Dire's middle tower. er ekki pöppar í vesinn? Nei, Nei, þetta er Má ég slá með gott icepath hana. Hörðu, hann deyr á Ursa. Vá, náðu ekki að ulta. Hann næri að klippa Rúbikinn og Súsin með ultíun á Kvop en ekkert gerist. Þú veit, Icewalk allar inn. Hann er óhrættur. Já, segur með honum. Hann á Echo. Já. Þeir deyja allir. Vú kemur aftur. Hobo að reyna að malda í móin hana. Team Vibe. Vá, þvílíkur fight. Fyrir 1 Earthshaker. Þá fá þeir 5. Vá, þetta sem... Dire's bottom Já, tower bara is under fyrsti fightinn sem fer einhvern veginn í svona afgerandi átt. Já. Þannig að það er komið 3k network á Rím. Þetta er komið frá 3300 gull. Já, Og hinir tapa 6. já. Dire's middle tower Þetta is var under mjög gott attack. fyrir Rím. Einmitt. Og já, Mér fannst þetta Rúbik eitthvað- bara með 2 ulti. Makro og Sonic. Ah, Það er vá. bara... Hvað gerði hann mikið damage? Þetta er fór. Já, hann gerði Allt. ógeðslega Hann mikið gerði á allt. Rúbik. Sjáuð hann. Hann var líka að henda út Icepath hann í byrjun og... Þú vantaði bara nice mustache frá Legion Commander hann, sko. Hvað er besta voiceline í Dota núna? Ég er svona einhvern veginn fan af Kissi Kissi Mjá Mjá, Já, en ég er líka komið leið á því. Dire's ekki ég. Ég er komið leið á því þegar ég er að tapa, Já, en ekki þegar ég er að vinna. nei. Það var sem er að skemmtilegt. Já, þetta er svona mest notað voiceline núna, sko. Ég held að við séum ekki að heyra það í seinasta skipti í þessum leik allavega. Nei. Þeir eru smókaðir, þeir eru að fara bakvið Rím. Þeir ætla væntanlega að reyna að fæta í kringum hennan Torm. Dawnbreaker með ult, Súsin er að... Já, ok, þeir vita af Súsinum, þannig að þeir eru ekki að fara að poppa smókin á hann. Nema þeir vilja bara Þeir eru svona bara klára Súsin. Þetta er að fara að vera bardagi. Hann breykar smókin. Nei, aggressive blinkinn, hann er bara dauður. Nei. Og Ursa bara líka dauður. Já. Og hann stelur, hann deyr á Rúbik. Ursa dauður, Sús dauður. Allir dauður í NLG. Ekko notað. Þeir Echo fara, for good measure þannig. hún er með Já. tárin, fara væntanlega í Tormin. Sjáðu, Rúbikinn gerði bara Já. ekkert.
Nema stela makro. Jú, ok, hann stal makro. Hann stal líka Dawnbreaker ult. Hann bara dó rétt áður. Það hefur verið rosalegt þegar hann náði að kasta því. Puck og Abaddon online. Þetta er það sem vorum að tala um. Þetta var svo snemma, þetta drafst með mikið Magic Burst. Hefðu einhvern veginn... Þið líka bara, hann þið sáu kvopp í 3 sekúndar áður en eitthvað gerðist. Þeir vissu alveg hvað var að gerast hana. Já, hann er smá eftir á Dawnbreaker með hann Axe. En hann er væntanlega alveg að fara að klára hann. Vantar held ég bara eitt og allt komponent, já. En svo, hvað, supportarnir konum með Glimmer Cape, þeir Var hann með blink á Dawnbreaker? Nei, ég held að það sé bara gott. Að reyna að fara í Axin. Já. En þeir eru báðir að smíða Glimmer Cape á supportunum, þannig að þeir geta svona aðeins survive þetta. Networthið er að þjóta upp, þeir eru komin 8K yfir. Núna er bara svona spurning hvort að ef Next Level Gaming næri einhverjum smá fight, þá eru þeir með Ursa að taka Ross. Ursa fór bara niður í 30-35% HP ára hann eitt að ulti á hann. Já, og þetta blinkin hjá Gretari var smá óöfilegt, sko. Inn í það alla. Þeir eru allir núna bara að farma á mappinu. Þeir eru samt 4. Ringmaster var næstum búinn að labba í skannið þeirra þarna. Hann er á hættu slóðum. Þeir eru með smókin í backpack. 4 smóka. Þeir geta einhvern veginn haldið þessu áfram bara pick off. Trömmi er að lita á mappið. Hann vill pussa út mid og top. Hvað eru svona næstu item? Bara, ok, ekkert manta, heldur bara Orchid á Abaddon. Það er solid. Já. Ursa er ekki með BKB eða eitthvað, þá er Orchid alveg rosalegt á móti honum. Já. Svo er bara, Earthshaker er með Blink og Kaja, hann er bara tilbúinn. Og Sjardin. Já. Hann þarf ekkert meira. Nei. Heyrðu. Nær honum. Einn er bara döð. Já. Vá. Býtu, fór Gretar bara þarna inn fyrir hvað? Ég bara veit það ekki. Það var ekkert Arkinrún. Nei, Wisdomsræn. Heyrðu, Rím eru bara að byrja að taka yfir þennan leik. Já. Þetta er Rím snjóboltinn, sko. En já, þú veist, forvitnileg færsla þarna hjá Gretari í þetta Wisdomsræn. Queen of Pain verður bara að fá sér BKB eða eitthvað, annars ræður hann ekkert við þetta coil. Axe komi á Sús og Júls, hann var nú með Axe en Júls komi líka. Bara meira en millin Sús er minnstundum í pöpunum, sko. Já. Sko, hann maxaði Ice Path. Já, hann stendur. Loksins er hann ekki hverju stal Rubik? Eins og Axe með 6 hart hérna. Stal Rubik Ice Path? Nei, ok, hann stal ekki neinu. Bara ef hann stilur ykkur af Jakiro þá er það profit. Það er bara allt gott. Bara íta á R á hann og með góðan spil. Já. Já, vá. Sérðu networth-munin á þessum supportum. Eða eiginlega bara öllu Dire. Þetta er svona eiginlega að fara svolítið súra leið hérna fyrir NLG. Já. Ringmaster með 3800 networth. Bara pós 4-inn er bara rétt bak við carry hjá NLG. Einmitt. Það er rosalegt. Já, hvað er ég að horfa á? Þetta er Sús fjarki. Ég var ekki að fatta það. Nei. Vá. Ég var einhvern veginn að horfa á Já, ég var að horfa á Dawnbreaker sem Radiant hetju, einhvern veginn. En já, svolítið mikill networth-munur hérna á þessu 4-core line-upi hjá Rím. Og stólið Dawnbreaker ult.
einhver svona erfiðast, mér finnst mjög erfitt að ná að nota hérna kúið eða hvað sem Dawnbreaker, Starbreakerinn. Þetta er svo meira Magnus og allir. Já, þú veist, þú líka svona, Það gefi ekki RP-ið. þú lendir einhvern veginn á Dawnbreakeri úr últinu þú veist, það er svona smá högg. Já, svona superhero landing. Já, þú veist, þannig að það er síðan smá svona post-cast time á þessu últi, finnst mér. Ok, ná. Nær kaulun á Heyrðu, hann Kropp. ítið mig í burtu. Nei, hann sleit á síðustu sekundu. Var hann ekki bara góður? Jú, Kissi, kissi, ég held mjau, það. mjau, kissi, kissi, mjau, mjau, mjau. Held hann hafa aðeins glemt sér í að slíta þetta. Óheppilegt slit þarna. Já, 12 forskot. Ursa samt alveg ennþá Radiant's á bottom toppnum. tower is under hæstur í attack. net worth eins og Chromium einu með lagið. Hann ætlar ekki að tapa. Nei, hann er með Radiant's bottom tower rosalegt is under mentality. attack. Já. ekki það að maður viti það en maður einhvern veginn sér það bara í gegnum skjáin sko. Það er bara free rose, það er double damage bot. Radiant's bottom tower is under attack. Held að þeir taki það og reyna eitthvað. Ef þeir sjá það þarf að segja. Já, svolítið svart mappið hjá NLG með eitthvað Dire's middle tower svona is frekar under tilgangslausan vörn núna í skóginum hjá Radiant. Ok, þeir bara let's in. Þeim er alveg sama. Radiant's bottom tower is Icewalk Dire's middle tower með is Eiki sinn under og attack. keyrir bara áfram. Dire's tower has fallen. Ég veit ekki hver ætlar að koma að íta þessum Abaddon í burtu. Nei, og Puck með Aegis. Já. Þeir ná ekki Radiant's bottom tower is under attack. Bobo að Heyrðu, Já. þetta er reyndar. Æjæj. Já, þeir komast út. Forza rotation. Þeir eru nú bara að leita að pick-offi. Þeir eru Sigurinn- allir bara nálega 1000 sinni. Sigurinn alveg búinn að fá einhvern veginn allt tilbaka sem var svolítið erfitt í early gameinu. Dawnbreaker á leiðinni BGB. Ég held að það sé alveg must, þetta er algjör must BGB leikur en og kannski orðið svolítið full seint fyrir eitthvað pipe. Það er þurft, ef þeir ætluðu að ef þeir væru að leiða og keyra þess áfram. Ringmaster er á leiðin í pipe. Já, ok. Það er nú gott. Þeir þurfu eitthvað. Ég held hann var á leiðin í Glimmercape eins og Jack Hero, en Þú sem kallir frá því. Heyrðu, það er Donald? Dawnbreaker í hvert. nei, þetta var Rubik Donald á Dawn. Rosalegu spell. Heyrðu, og það Hann fór rétt bara. í staði, vá, Oj. þvílíkt Dire's bottom spell tower usage. is under attack. Vel gert. Radiant's top tower is under attack. Ok, Jack Hero ultar og hendur veifinu. Borrow Time er ennþá uppi og Já, úf. Aegis á Puck. Not looking good. Nei. Abaddon fyrir inn. Já, Þeir ætla að drepa Jack Hero. Júlus upp. Kopp að reyna að gera eitthvað. Veit nú ekki hvað. Ok, nær. Aegis. Deyr fyrir það. Hún er með bæði. Dawnbreaker að koma. Getur enginn. Það er Ok, bæði. buyback. Já, ég held að Það þetta sé er rétt. burt. En þeir þurfa þá að ná einum core. Og þetta er svo sem er 12k networth eða 13k.
þannig að Heimúkorinn. já, þeir ætla bara að drepa koppin. Új! Koptur, hann stilur Ice Path. Þessi leikur er búinn. Þessi leikur er líklega búinn. Og komið með Ice Path aftur. Hættar hann að örsa í drasl. Herri, hvað? Múa kom inn. Þetta var Ja, tæft. þetta er bara, já, hann gefur honum Dawnbreaker ult. Já. Voisla búinn að vera rosalegur í þessum leik. Vá. Og einhvern veginn svona, mér fannst svona eins og Rím var að stefna í slæma átt þarna á einhverju augnabliki þegar það voru konið 2 tárar niðri NLG. Ég held að NLG væru að fara að byrja valt yfir það og þá bara... Einmitt. Hún er að pussa út early með Ursa line-up. Svona yfirleitt bara free Rose og eitthvað en var örugglega þessi fight þarna topp þegar þeir smóka í torminn og það fer mjög illa. Það var svona síðasta hálmstráðið. Þeir fá 2 set af röksum hér. Já, geta örugglega haldið áfram sko. Já. Það eru allir nema Ursaker með ultið uppi hjá Rím. Já. Ekki Ringmaster ulti, ekki Dawnbreaker ulti. Já, Rúbik Já, alveg að fá Dawnbreaker Já, ult í alveg að koma Dawnbreaker ulti hjá Rím samt. Já, við vita að það er 1 sekúnda munur eða eitthvað og því að Dawnbreaker kastaði. Þeir bakka þegar Ursan er að koma. Bara sama cooldown á Dawnbreaker ultum. Svo er þessi sús óþólandi þegar kemur á þessi D-wording sko. Það er ekki gaman að worda á móti. Það er ekki gaman að vera að tapa á móti support sem er bara eitthvað að hakka svo, já. Þau eru ennþá með hann word þarna síðan áðan. Hann er nú alveg að fara að renna út. Já, og þessi þar. Það er líka pottið bara 10 sentriðar í shoppunni hjá... Já, þeir eru reyndar... Frýir sentris í þessari eldingu. Grítar það er nei takk, gef mér þetta farm. En, já. Það eru 5, næstum sentries. 10. Voisla Shard. Hvaða Shardar eru góðir hjá NLG sem að getur stólið? Veit það ekki. Ekkert sem hann myndi vilja örugglega stila ykkur öðru heldur en hvað kúinu hjá Dawnbreaker. Já, ég held að það sé ekkert. Nei, það er í raun ekkert. Ég held að Wu líði ekkert sérlega vel núna. Nei, hann er fyrir neðan supportið sinni í networth. Já. Consequence bara seeing red facetinn nema IRL. Það eru Iceball. Nei, þetta var Új! Já, já. Þetta Þeir er búið. kalla þetta. Þeir hlýtur að vera. Þetta er bara búið. Kemur GG nú. Shocking, Kissi Kissi Mjá Mjá og GG. Já. Á, auðvitað. Herru, frábær leikur. Vel spilað Rím. Það var... Hvað segirðu? Standout player. Standout player, MVP, Rím. Ég bara veit það ekki. Ég er bara með Voisla í huga. Já. Hann bara einhvern veginn... Það var frábær Rúbik-leikur. Já. Hann einhvern veginn gat ekki ítt á R og fengið slæma spell. Og mér fannst hann einhvern veginn stýra þetta moment sem ég var að tala að ég hafði smá áhyggjur á Rím. Það fannst mér einhvern veginn Rúbik alltaf vera annarkvort að sóna einhvern alveg út og djöflast í honum eða snúa einhverjum fætum með góðum spell sem hann stál. En það er hægt að gefa þetta á Rúbikinn en það voru bara allir að gera það sem þeir eiga að gera. Icefog rosalegur á Puck líka. Já. Bara hann þegar þú ert að spila Puck og góðar inn og færð alltaf killið, þá ertu bara alltaf að fara að fá kill. Þetta er svona einhvern veginn mindsetið bara breytist þegar það gengur allt upp. Það keypti heila 3 vorda total á súsinum
Já, sem ég var að segja sko. já. Meira á, jafn mikið gull notaði á Force Icefog. 3 notaði meira hérna. Já. Hann var 4. í vordum í liðinu sínu. Já, en rosalega leikur hjá Trummi líka að hafa verið hvað, level 4 hérna eitthvað topp að maldi móin og reyna að ná einhverjum lastið og já, er þarna búinn að deyja tvisvar en er líka svolítið bara svona skilinn eftir. Það var mikið aksjón hann að bótt. Já, þetta er offlane lífið stundum. Þú ert bara skilin eftir í drullunni og átt að Og köpa að blinka og redda þessu. Og hérna, einmitt, þegar þú sagðir, herru, núna er Shaker bara klár, Já. Blink Kaja, Shard, Svo er allt þitt bara ekstra gurís. Já, Nú þarft ekkert. nei, og Susin með, þetta var 4 kóra line-up, eiginlega 5 úti á Rúbikinu var að spila vel. Já. Þannig vel spilað Rím. Við ætlum núna bara Hendi hendum á auglýsingar Já. og býða eftir Game 2. Sjáumst Sjáumst innan eftir smá. skams. Yes. Býttu hann að skipta akrein? Welcome everyone to the Kia Tiltproof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Wallop looking composed. 2, 1. And Wallop, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Karma may be comfortable on the rift, but will she be at home in our Tiltproof Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already lost. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before. Your team.
kissi miau miau, kissi kissi me me miau. Radiant's middle tower under attack. Kissi miau miau, kissi kissi me me miau. Kissi miau miau, kissi kissi me me miau. Are scanning. Dire's middle tower is under attack. Catacombs. Will not rise. Dire's bottom tower has fallen. May you ride on nether zephyrs. Dire's middle. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top barracks are under attack. Kissi miau miau, kissi kissi me me miau. Dire's top Kissi barracks kissi has miau miau, fallen. kissi kissi me me miau. Já, Velkomin tvö. aftur í leik 2. Þetta var rosalegur fyrsti leikur. Þetta var rosalegt sko. Heldur við fáum leik 3? Þetta er best of 2 þannig að það er 0% líkur Alveg. að við fáum leik 3. Ég var bara svo spenntur. Já, það væri gaman að fá leik 3 hjá þessum liðum. En í kvöld meinandi fáum þá- við bara einn. Frekar heldur að Rím taki þetta 2-0. Eftir hvað ég var að sjá þá, já, því miður held ég það. Já. Það leit ekkert allt of vel út fyrir NLG. En hvað er það við, hvað getur NLG reynt að gera svona til þess að svara þessari keyrslu hjá Rím? Ég bara veit það ekki. Nei. Þú veist, mér finnst eins og ef þeir væru með eitthvað offlane hetju sem hefði farið í pipe snemma með þess að 2 towera sem þeir náðu early, Já, að þá kannski nærðu að hægja á snjóboltanum sem Rím var að komast með, en svo er spurning. ég bara skil ekki út að það var bara eins og NLG væri að fara valt yfir þá og svo bara andstæða bara. Já. Rím bara Það var nú alltaf jafn í Leiknið á. networth, en Já. mér fannst einhvern veginn Ursan á Chromium náði alveg góðu farmi, en bara liðið náði ekki neinum fight. Mér fannst þarna fightin eins og ég nefndi áðan með, þetta er náttúrulega smá yikes fight. Ég sé Puckin hoppa út en var ekki búinn að fatta að allt liðir á eftir honum. 3 manna fissure inn í Echo og NLG búinn að kasta öllum spilinu sínum. Þetta var game turnið. Já, Þetta bara- algjörlega. Þarna byrjaði þetta að fyrsta skipti einhver teamfight þar sem er afgjörandi sigurvegari, og svo þessi. 10 Bara seconds. 1,5 mínútur seinna smóka þér og blinkar inn á Grétari. 5 Þeir poppa bara öllu, sprengjan. Og bara Ursa springuna Ursa þarf að últa
Hann samt lappar í burtu hann Ursa. Já, brennur í eldinum og deyr. Já. Radiant team ban. Þetta var ekki góður smók. Nei, þau sáu súsin líka vera að dívort eitthvað sentrið Já. þarna. Þá svona, 10 seconds remaining. Hefðu þeir kannski átt að kalla þetta og fara tilbaka. já, eða allavega 5 vera seconds þolinmóðari remaining. á Dire að team blinkin, ban. ja, kannski auðvitað fyrir okkar að við sáum alltaf í fokkinu í Já, skóginum já, að bíða já, en hérna, ég veit ekki hvað ætti Sús að vera að gera þarna 1 á 20. mínútu hjá Torm þegar Þeir líka sáu súsin og hann blinkaði Team pick. bak við hann eitthvað. Ég veit ekki alveg hvað hugsunin var en Nei. Team pick. koma með eitthvað orð, en komin, það er bara Game 2, þeir að taka shakerinn. Þeir ok, eru ekki aftur á móti shaker. nei, enda eiginlega bara smá fáranlega hetja. Og banna sjálfur Kvop. Rím banna Marcy, Nature's Prophet, Centaur og Undying og NLG banna Sömu, Shadow Blade. sömu bönnu áðan hjá Já. Rím nema Centaur. Hvað bönnuð er áðan hjá Rím í staðan fyrir Centaur? Þau tóku Marcy inn og Prophet og Undying, var það ekki? Jú. En einhvers veginn, hefði Centaur verið svona Dire komforti á Vú eftir frekar erfiðan Dawnbreaker-leika áðan og eru kannski að taka út eitthvað þægilegan Centaur sem Já. nær allavega einhvern veginn alltaf Að íta á R og bjarga íta liðinu R og vera að farma á meðan og koma svo sterkur inn með pipe og allt þetta sem hefði þurft í rauninni í Game 1 sko. Og einn vagn. og einn vagn. Já. Dire team ban. Hvað heitir aftur vagnspellin? Manhorse? Nei. Team ban. Horsepower. Nei, Nei. hann heitir Workhorse. Workhorse, Mhm. held ég, já. Já, Ég held það sé rétt hjá þér. akkurat. Radiant team pick. Þeir svara með Beastmaster. Já. Það er líka svona, Vú Comfort Hedja. já, en Vú er ekki að spila hann. Þetta er bara nánast nákvæmlega sömu bönn og seinast. Já, og eru í raun að ræna Vú Beastmaster, þetta pæli því. Já. Já, einmitt. 5 seconds remaining. En Vú er Dire team pick. Taka súsin aftur. góður á líkan og fleiri hetjur, sko. Já, Mikill Tidehunter oft pikkar fyrir hann. já, þeir taka súsin aftur. 4-core strat. Já. Mér 10 finnst seconds remaining. alveg gaman að sjá Beastmaster þegar 5 ég er seconds shaker. remaining. Já. Alveg gaman að hendi 1 fissure og fá 300 kall. Já. Og bara auka damage. Já. Hann getur verið með 3 gríp á sér og ef hann fær sér Dominator þá er það 4 gríp, 4 echo, 2 bor, 1 fugg, 4 units. 4 unit. Já. Warlock. Þeir fara í Hobo Warlock og Gyrocopter. Ok. Þeir ætla að keyra svolítið á þá í early og eiga late game inni. Gyro, gott svar við Beastmaster. Já. Beastmaster er ekki að fara eiga leik, held ég. Nei. Hann er að fara að vera Blink R 5 og seconds TB heim. remaining. Já. Og Warlock Fatal Bonds. Já. Að fara að búa til nokkra imps. Já. Ok. Þetta, Hvað, er komin eitthvað Red Bull hetja? Er eitthvað með vangi? Er Gyro með vangi? er hann með vangi? Man-made vangir. Ég hef ekki séð hann að Red Bull þegar að fara svona, Já, þetta er svona glætir. já, svona glætir. Já. Hann er allavega með Red Bull hetjuna eins og er. Já. Red En- Bull hetja draftsins. Ef það er engin með vangi, þá veljum við út frá orkustígi, sko. Já, en það eru komni vangir. Það eru konni vangir, en ef það kemur ykkur með meira orkustígi en stærð vangja hjá Gyro, þá mætti alveg... Ég held jafnvel að Puck myndi fá Red Bull hetja draftsins. Hann er með litla krútlega vangi en það eru alvöru vangir. Já, hann er líka með 4 eða eitthvað svo leiðis. Þannig að hann fyrilda vangi bara. Já. Eru þeir ekki 4? 2 á hverju hlið? Ég veit, ég er ekki líffræðingur. Ég er ekki viss. Skoða það ef þeir velja Puck hérna aftur á Rím.
Það allavega hendaði þeim vel á hann að vera með pökk. Hvernig myndi maður svara þessu? Warlock Gyro. Hvað ætlar að pikka hérna sem rím? Tidehunter. Já. Radiant team pick. Úff, Moisna Elder Titan. Elder Titan. Það freka gott. Ég hef spilað nokkru svona með mótið Moisna Elder Titan og það hefur sjaldan verið gaman. Já. Hjá mér í þeim leikjum. Einmitt. 10 seconds remaining. En þá þetta ekki lengur POS 4 Elder Titan Moisla eins og maður hefur séð hingað til. Nei. Hann kominn í POS 5 hlutverkið. Það Timbersaw, versta hetjan á TI. Hefur verið pikkuð í rím. Ok. Þeir ætla að sýna okkur hvernig á að spila þetta Nei, Moisa ekki að fara að spila Timbersaw support, ég veit hann gerir það mikið. Það hefur gert það. Það? Já. Bara ef hann fær 2 strength melee eða eitthvað. Ég veit bara hann hefur unnið með það, ég veit ekki alveg hver hugsunin bak við það. Ég myndi allavega ekki vera ánægður ef ég væri í pub og Bjarki minn pikkar Timbersaw sko. En ef þið vinnið leikinn? Þá er ég sáttur. Já. Þá er ég sáttur. En Elder Titan á POS 5 með væntanlega einhverjum ranged carry. Já. Drá eða eitthvað. Hvað í boði? Drá og hver? Ranged carry. Ég veit það ekki. Dúsa ennþá. Dúsa. Mér finnst ekkert margir ranged carrier vera alltaf góðir núna. Lúna svona smá komin aftur með lægra kasttæmi á ullinu. Já, Lúna mikinn að comeback en þá hún svona kastari að kasta spellum sko. Þú veist, ef þú nærð bara að fá axið og joina teamfights eitthvað staðar aðeins frá og ert að farma í kringum liðið þitt, nærð að hjálpa liðinu einu bara með að kasta þessu ulti, þá... Það Shadow Demon, þeir ætla að bjarga úr Primal Roar. Gott á móti Roar, þeir eru einhvern veginn ekki með neitt annað svona lockdown nema Titan stompið. Þannig að Shadow Demon þarf bara að pæla í setja einhvern í kúlu þarna þegar hann róraður. Hann róraður. Og þeir banna Weaver á NLG. Já. Weaver hefði verið eitthvað. Weaver með Elder Titan. Já, en þeir eru bara með 1 stun. Reyndar, þeir geta ekki fengið ranged carry hetju og stun. Það ekki mikið í boði þar. Nei, Vengeful Spirit. Já. Eitthvað svoleiðis. Hvernig væri það samt? Venge carry. Venge carry, maður hefur nú séð það. Shadow Demon ekki með vangi? Þetta bara einhverja klær hérna? Hann ekki með vangi. Nei, það ekki hægt að fljúga í helviti. Jú, Queen of Pain. Queen of Pain. Doom. Vanginn hans mjög margir sem fljúga í helviti. Ég hef aldrei séð Doom fljúa. Nei. Night Stalker. Ég held að sé þetta fljúga í helviti. Við erum búin að rannsaka það. Þeir banna Mars. Já, það svona Tight Mars síðustu bönnun. Wu. Hérna sjáu, hann með vangi. Sjáu. Já. Fyrir ofan sig. Já, fyrir ofan? Það einhver omninætt þarna. Já. Það fela sig held ég. Ok. Þeir banna Sven. Hefði nú verið fínt að fá eitt Sven stun inn. Já, einmitt. En Sven Elder Titan lane hefði, hvort ekki verið eitthvað frábært. Það ranged carry sem melee stundum. Já. Hann með stun. Þú ert ekki að tala Terrorblade. Nei. Ég er að tala hinn melee carryin sem verður ranged stundum. Já, ok. Heldurðu ertu að hugsa Dragonite fyrir rím? Já. Dragonite Elder Titan lane á móti mögulega Shaker Shadow Demon.
stikk og þú ert bara góður með Já. vörm HP reachinið á Titan eða? Ég allavega veit ekki. Drá reyndar fín líka sko, en Já. NLG pikka Dawnbreaker aftur. Ok. Það, hann góður á móti Beast sko. já, en það gekk nú ekkert allt og vel áðan. Nei. Dawnbreaker. En þá voruð þið með Rubik. Þá voruð þið með Rubik. Þú veist, ef þeir Echo stompa ykkur á 2 og Dawnbreaker kemur inn, þá hann virðist vera aðeins þægilegur Dawnbreaker leikur. Já. Heldur en áðan hvað þeir first pickuðu Dawn og bönnuðu Silencer. Já, þeir eru líka bara með 1 stun eins og þannig að það bara Primal Roar og setja hann í kúlu og heala með Dawnbreaker út í og... Já. Svona coverað þar. Já, herru, þú callaði það. Þeir tókuðu Þeir þurftu líka bara ranged stun. Já, þeir þurftu stun og ranged hetju. Hann færi vængi. Herðu, hann vinnur. Kannski hann bara með Red Bull í vasanum. Já. Þessi Red Bull og breytist í drega, færi vængi. Red Bull veiti vængi. Já. Ok, Dragonite vinnur Red Bull hetju þessa drafts. Liðin haldast óbreytt í Game 2. Í Next Level Gaming Gretar á Shaker, Hobo pos 5 á Warlockinum sínum, Chromium, Gyro, Biggie á Shadow Demon og Wu að reyna aftur á Dawnbreaker. Annars þetta allt nýjar hetjur fyrir NLG nema Shaker komin yfir í hitliðið. Og í rím þá erum við með Icefog mid á Beastmaster. Aftur fáum við að sjá Sús, Kyrslu, Moislu, Fimmu á Elder Titan, Timbersaw, Þristur og Pos 1 Dragonite á Consequence. Ég hef ekki séð þetta sett á Dragonite. Nei, þetta anime Dota Dragonblood settið. Já, þetta það? Já. Ok. Night Davian. Ég sá bara, þú veist, það var bara eitthvað gaur með hár. Ekki svona Já, hann með úrnaði. Einhvern hjálm þarna. Í Dota 1 hét hann Night Davian The Dragon Knight. Já, einmitt. En núna erum við komnir í Game 2. Það búið að smóka. Og Moisla byrjaðar að bladra. Já. Stop fighting, go farm. Það eru bæði lið smókuð. Já. Rím smóka á undan. Þeir böstast hjá komast fyrr að en hann rennur út fyrr. Maður sjá. Hlýtur eitthvað að breyka þarna. Nei. Þetta alltaf tæpur glæpur. Úff. Trummi var 2 units frá því að breyka þarna. Chromium langar inn. Já. Hann þarf að bíða eftir vinnu sínum. Hann þarf að byrja þetta. Elder Titan. Ok. Hann ég held hann sé dauður. Ég held ekki. Lemdu tvisvar, áður nú deyrð. Já, lemur. Þeir hljóta nú að fá 2-3 kills fyrir þetta. Kyrsla líka að deyja. Nei. Úff. Warlock með gott fatal bonds þarna. 2-0 NLG. Og það ekki einu sinni bounty runes komin. Allir með frekar hefðbundna facets, redder á Timber. Það svona, ég veit ekki, mér finnst, ég pikka þetta bara eftir svona stuði, sko. Já, en mér finnst redderinn stundu góður þegar ég þarf auka sló á eða eitthvað á leininu. En hinn facetin svo sem. Já, það fínt að fá eitt lítið gott chakram. Já, mér finnst, ég pikka hann örugglega oftar. Svo hann með Potion Dragon á Night Davian. Já. Einmitt. Moisla ætlar að byrja bara leinið á að fara að berja ykkur, sýnist mér.
Herru, Já. já. Þeir pikkuðu Shadow Demon fyrir þetta. Já, glemist náttúrulega, sko, skiptir ekki máli að sé double melee bot. Moisla að fara að valda usla á þessum Elder Titan. Já. Nær að harassa Dire's health turret pot út úr has Wu. been killed. Doppa hundurinn hjá Kerslu. Já. Rópet á hundinu. Ok, en þetta hundur. Ok. Ef þetta væri karlhundur myndi hann heita Debill. Einhverju fleiri Dota 1 nöfn sem þú manst eftir í þessum leik? Þessum leik? Nei, nefnilega ekki held ég. Nei. En þú getur sagt mér það að ég myndi vera Já, einmitt. Náttúrulega alveg einhverjar heitur hana sem voru ekki eru frekar nýlega konar. Þetta Beastmaster ætlar að rústa mitt sýnis mér. Nei! Timber Chain í loftið. Það hjálpar ekki. Nei, ég veit ekki. Hann hefur örugglega ætlað að cancela. Herru, þetta Nei, kemur þetta í... Nei, heyrðu. Dire's top tower Hvað? is under attack. Þetta var bara nóg. Þegar ég á móti Warlock þá healar þetta alltaf miklu meira. Já. Herru, so far Gretar með allt í lagi byrjun, svona Já. miðað við. Það lúkkaði aðeins verra á hann en hann Já. eitthvað að klóra í bakkan. Já. Það líka bara leiðilegt að vera alltaf með hann hund á sér og svo kastar hann bara öxum í þig og... Einmitt. Já, hann döður. Já. Já. Þetta hressandi ímynd. Já, ég held að Gretar þurfi bara eitthvað að stakka strax. Bæði Shaker í þessum leik og síðast að svona virðast vera að eiga erfitt lane. Mér sýnist þessi Shadow Demon vera dálítið counter á Elder Titan. Hann ekkert að berja hann inn í klessu eins og ég bjóst við. Hann bara farin að stakka. Já, og já, hann fyrir Shaker. væri geðveikt ef hann væri með Shadow Potion fyrir stakkana, en það þarf ekkert. Já, þarf ekki, svo sem. Hann verður með það næst þegar hann kíkir í heimsókn í rýningin. Þetta gekk upp á það megin. Wu að fá tölvöld meira en áðan. Já, hann bara komið jafn mikið network á hann. Já. Í öllum leikum. Sér, Moisa að labba í creeps og svo kemur hann. Nei, hann fær ekki að. Það ekki að berja í klessu núna. Svakalega eldur creepin hann langt. Já. Ok, byrjaði svolítið með látum. En bæði liðið einhvern veginn bara að reyna að þrauka þetta, klára þetta laning stage. Gerir ráð fyrir að Icewalk vilji bara... Já, ok, hann að fara bara beint í axe, hann ætlar ekki í helm. Já, middin fer oftast bara beint í axe. Já, það svo mikið spike. Já. Dire's structures are Samt búið að nerf þetta mörgu sinnum í röð. Já. Hann hleypur í bottirúnið fyrir botlu. Dire's middle tower is under attack. Hann byrjar að kroppa í turnin. Já, það einmitt Katapult bakvið. Hann Gretar líka með 3 í passive eins og maður myndi vilja, en þú kemst ekki nálægt creepunum til að nota totemið. Timber svo með 13 last hits.
Gengur ekki Já. vel topp heldur. Nei. En já, Icewalk er eiginlega bara að pakka þessi millinni svolítið saman. 11 til næ. En það er Biggie bara búinn að vera að stakka núna síðustu 2-3 mínútur. Já. Og hann fær rúnið. Já. Hann vinnur 50-50 giskið. Radiant's courier has been betrayed. Og kúla. Þeir fá þægilegt kill hana eða hvað. Hann blokkaði sjálfan sig. Já, hann bara blokkaði sjálfa sig. Eins og hann hafi verið að reyna Hvað gerðist þarna? Moisa heldur utan nýrað og Þetta var eins og Moisa að veri in control á sem illusion. Já, já. Herru, roar mid. Warlock með heal. Echo. Næránunum. Lendan. Nei. Hann er með innvissið. Þetta var Herru, Shadowboard. hann þarf að stikka. Hann er með stikk. 15 HP. Náðu að fá mangoið á courier og það rítjina hann. Bóndi er að fara, þetta var tæpur glæpur. Vont Herru, og hann bara lappar í vistómið og hann hægir örugglega nær henni sig. Já, hann Nei, og svo fyrir hann í kúlu. Já, skinsamur á keyrslu. Já, hann hefði líka bara dáið. Já, alveg 100%. Radiant are scanning. Þeir eru eitthvað reiðir hérna NLG, þeir ætla ekki að... Nei, þetta var ótrúlega svekkjandi. Já. Echo þarna. Já, þetta var mjög óheppilegt. Warlock hefði fekið stakk í bókina sína. Þeir sjáðu þessa vængi. Já, þetta er Red Bull hetja. Þetta voru reynda risastóri vængir. Já. Herru, þetta er bara... Warlock að stakka, nær hann báðum. Já, easy. Hann er með gott auto-attack fyrir þetta. Já. Nei, hann næri ekki stóra samt. Næri ekki innsetunum. Jú, ekkert ekki viss. Nei, mér sýndist ekki. Og því hann hljóp sko niður og þau flækjast í trjánum. Já. Það þarf að kvætta þessi tré eða þú ætlar að hlaupa niður og svo aftur upp. Bara eitt tré, ekki trjánum. Já, eitt tré. Flæktist í trénu. Herru, aftersjokki hitt ekki þarna. Ég hefði alltaf hitt þetta. Er roar uppi. Sko. Er að passa sig. Smá jákvætt í þessu að Shaker færi örugglega blink áður en hann mun nota Echo aftur. Eða er hann að fara bara Echo núna creepin á blink og auka... Stakka einu sinni enn og... Já, nota Echo, ok. Það er bara stað. Ætli hann geri eins og ég myndist það áðan að láta stóru creepin súpa. Hann þarf að fara hinum meginn við þau. Já, hann bara Echo þar. Súpan var aðeins að skemma fyrir planinu þínu þannig. Já. En blink og auka 300 kall. Já. Á Shaker, Warlock með 3 stakka í bók og samt komin í 6. Þannig að happy life. Vel gert hjá Wu. Koma sér út. Ef þeir ná einhvern veginn að halda þessu þá poppuðu þeir dreka eða Red Bull. Hann fekk sér einn Red Bull og skellt á sér vængjum. En hann fór bara að farma með drekanum sínum þér. Já, þetta eru mid og carry hjá báðum liðum með 60 plus lasted. Chromium komin í 73. En það eru offlaneir sem eru svona smá að suffera í network. Svo bara stakkanir búin að leyfa honum að fara fram úr Icewalk í mitt. Warlock fá bara ult. Herru, keyrsla bara nánast sleppur en ekki svo gott. Þeir hljóta að klára hann á mid tower á Rím og
Trömmi fær pláss á meðan. Þetta er pláss sem hann vill fá. Já. Það er hann að Battle of the Offlaners með 3K network. Radiant's bottom tower. Það er nær Dawnbreaker ultinu. Og þeir drepa Icefog. Mista towerinn á meðan, en risastórt kill. Já. Og Chromium er komin í 5,7K network. Já, hann byrjar að towera networkið. Hann byrjar að er bara að drepa stakk bara strax. Já. Þetta lítur mjög vel út fyrir NRG. Já. Ekko notað. Drepa DK. Radiant's Vel bottom gert. tower is under attack. Þetta lítur Sama og svona var upp á teiningunum áðan með Shaker að Radiant's bottom tower. svo færðu bara blinkið þitt og já, og er tilbúin. svo bara næsta item gefur líka spike og þriðja itemi gefur líka spike, þannig að timingi á Shaker er eitthvað svo smurð vel alltaf. Langaði í Timbersaw en hann er búinn að Hann er búinn að kveikja á perunni. það er eitthvað spæti sens í gangi, hann er farinn. Þeir taka náttúrulega bara towerinn bort og Eða hvað? Kísi kísi mjá Dyer's mjá, middle kísi tower kísi is under hann langaði í eina centaur. Hörðu, þetta er alveg damage á Trömmi, nær hann ekki að Timberchaina. Heyrðu, Gretar dó bara, Já, en líka Timbersaw. svæfir á þarna Heyrðu. og roar. Vá, Chromium döður. Vú að reyna hlaupa inn, en ég held að hann sé bara döður líka. Við vorum að tala um hvað gekk vel. Já, Já, vá, Bara- 4 manna. þetta er Þetta var alvöru mæting. mikið út eins og seinasti leikur allt í einu. Já, alvöru mæting þarna hjá Rím. is under attack. Þetta var bara miklu meira damage Tower has fallen. á sem Timber og Sús náðu að kasta út hana. Já. Herru, Sús deyr. Ekki einu sinni Echo. Það er hann þá cooldown. Já, kom með kæjað. Ok, hann er að maxa 2 alltaf. Ekki Fissure. Já. Og Zed ætlar að kaupa Kaja á Nei, ja. Jassa á undan sjardinum snýðis mér. Já, kannski bara með að kjúa upp. En það er samt skrítið að fara ekki í Max Fissure ef þú ert að fara í Kaja og fá svo level 10 einmitt Fissure damage talentin. En það er spurning, kannski er hann með eitthvað Dire are scanning. plan. Það er ekki eins og þessi Rúbik í leiknum með eitthvað sem myndi útskýra það. Nei. Engin Rúbik í þetta skipti. En það hefði ekki verið jafn góður Rúbik leikur. Nei. Allt er læg fyrir Radiant samt. Já, ef hann hefði verið í Rím. Yeah. Nei, ef hann var í Rím. Fissure og Dawnbreaker aftur og Warlock. Já, hann var samt betri á hann. Já, klárt. Þar heyrir í ykkur Gyro ulti, þá var hann bara að drepa creeps. Já. Dreipið stakkin hana. En þú veist, núna er tæmingið hjá Shaker að fara að bjagast út af hann, þú veist, með Fissure level 1. Já. Ég er ekki alveg að fíla þetta Max Vaff og kaupa Kaja. Nei. Meikar ekki alveg sens. Kaja og Shardin one-shotta Creeps með max level Fissure. Kísi kísi mjá mjá. Já, forunilegt. Það er allir núna bara að farma. Það ætla allir að fá sér næsta item áður en eitthvað stóra gerist. Já. Og það er ekki eins og Shaker sé að fara að berja eitthvað Timbers og Dragonite Fyrir eitthvað damage? Fyrir eitthvað mikið damage. Nei. Þannig að ég veit ekki alveg. En Networthið, alveg eins og senasta leik, er hnífjamt. Já. 7-7. Aftur er það Chromium sem er að svona tróna topnum í networth og hinn er frekar jafnir.
Moisla oversteppar. Já, Þeir hann bara bara ekkoðar. Þeir vilja fá eitthvað. Já. Fá það. Moisla hlýtur að vera bara sáttur með þetta. Já. Dragan þetta farma á meðan. Bara Echo notaði í 2,8k supportin. Já. Það er ekki mikið í boði. Nei. Þetta var Býtu nú við. Hvað? Leini 3 þarna. Já. Það eru bara allir í skóginum. Það eru bara allir að farma. Já. Herðu. Nei. Þeir fá ekki turnin mitt. Hreinsa þetta frekar auðvitað á rím. Núna eru allir bara á klukkunni. Ég fæ þetta item fyrir Tormentor fight. Þeir eru verið vantilega að koma með Crystallis og Shake vonandi shardin sinn. Ætli að sé eitthvað að fara að gerast fyrir Tormentor fightin næstu 3 mínútur. Nei, ég held ekki. Ég held að séu allir bara nálagt næsta item. Súsin hérna rúmlega hálfnaður í Axe. Það er að vonast eftir sama leik og seinast. Já. Hann er nú að smá hættu slúðum hana. Dire's bottom tower is under attack. Já, Gyro 1 nærunum held ég ekki. Þeir eru líka, Þeir eru mættir á Rím, þeir ætla að góða á Chromium. Það er TP-in á liðinni. Og lengi að koma, nei, Kúla hjá Bigga. Þeir ná að snúa þessu, eða hvað? Chromium dauður. Vú. Nær. Beastmaster. En deyr fyrir það. Dire's bottom tower has fallen. Echo, auðvitað er það bara alveg að koma. Já, T-Beast. T-Beast. Heru, hann fór fyrst í Yasa á undan sjardinum. Já, kannski bara skiljanlegt eða þú ert með fysislega 1. Það var ekkert damage, bara movement speed. Vissulega komin með sko fysislega 1 og talentinn. Þannig að Fissur gerir núna plus 90 damage. Vá. Já. Ég hefði frekar tekið 60 damage og minna cooldown. Já. Heldur mér hann að taka 10 talentinn. Mögulega. Maður hefði haldið 25 base damage við buildið á Earthshaker, legg 10 talent. Já. Einmitt, en hann er að hugsa framtíðina. Já, þú veist. Núna er bara, eins og ég segi, timingi hans, þetta er svo smooth timing. Blink, Shard, Kaya, Yasa. Ef þú ert með Fissure og ert bara öll creepina á mappinu með þessu Fissure. Já, og getur farmað bara langt frá og þarft nánast ekki. 2 neutral camp í einu. Já, blinkar í burtu þegar ykkur kemur. Já. Þú ert hræddur. Já, Gyro fór ekki í Crystallis, hann ætlar að fara í Manta-stæl. Herru, hann keipti í sverða. Hann keipti Crystallis á hann. Dire are scanning. Nei. Já, mann hafi selt það. Radiant's middle tower. Ég horfði á Crystallis á hann, hálf klárað og svo þegar hann keipti það. Það var svona það bil sem Sús var hættulegur þarna og þeir góðu hann síðan. Hann er byrjað að tromma. Já, ok. Til ég að skoða það á eftir. Hvort svona Insta-seldi, ok. Það var rétt hjá þér. Já, þá sá ég rétt allavega, en hann hefur seltað leið. Hann átti Crystallis í smá. Já. Ok, double damage á Shaker. Með það í krukkunni. Já, rétt fyrir Torm, en það er einhvern veginn. Ég held að Rím vilji fá pick-off áður. Aftur lítur netvorstaðan daldið út, einn rauður efst og grænir. Já, svipað á hann. Já. Einmitt, og Súsinna bráðum að fara að vera þarna meðal þeirra efstu. Já.
hoppa allir grænir upp 240 eða hvað sem það held ég. Já. Her. Ok, súsúr. Það eitthvað að gera. Skátar á. Shaker poppaði DD. Er hann að fara að finna ekkoið? Nei, hann er roraður. Hann sýndi sig. Hann getur ekkert gert. Shaker döður. Double damage búið. En Consequence dáinn. Það buyback á Shaker. Timber döðir líka. Vúnar að slóa Icefog. Þeir eru allir Nei, Fissure! Þeir eru Gretar buybackaði til að bjarga Icefog. Oh my god. Fissure blokkar þá. Og hvað var þetta? 4 manna Echo Stomp. Hann Echo var 2 unit. Og fær... Hann fær einn golem í kaupætið hana. Herru, hann náttúrulega Fissure blokkan. Greta öll meira. Hann náði allavega... Nei! Meika. Hann overblink. Já, ok, hann nær. Já, hann er döður á Moisa. Gefur Chromium killið. Gretar hérna Redemption. Þetta var nánast hræðilegur veggur þannig að blokka alla liðsfélagina sína frá æsku. Já. Þetta, buybackið skilaði klálega ykkur að... Þú er bara Warlockin að gera mest damage þarna í MLG. Já, mitt. Þeir gera 11.000 damage á rím og samt einhvern veginn tapa fætinum. Já, samt buyback hjá Shaker sko. Já, það er reyndar stórt. Þannig að, en fyrir vikið fekk Shaker eitthvað þarna og Gyroin fekk double kill. Þannig að, já, vorandi nær Gyro að verða stór bráðum. Ég held að það þurfi svona 1-2 itemi viðbót til þess að vera mjög mikið vesen fyrir rím. Já, þetta er allavega ennþá mjög jafnt. Já. BGB status er... Já, hún virðast að vera allir alveg að vera konum með BGB. Dragonite og Beast allavega. Rétt á komið. Gyro líka hálnaður. Þetta sé ekki bara... Heru, þarna kemur hann. Shardin kominn, level 3, Fissure. Umtalaði Shardin á Shaker. Hann tekur með þess að... Echo damageið, talendin Eftershock, meina ég. Já. Er það ekki betra? Jú, bara... Ég hef aldrei séð Shaker með level 15 talent en ekki maxað Fissure. Já, nema núna. Dire's top tower is under attack. Sko, Ok, finnst þér Vú á að geta vera þarna? Nei, hann á að vera bot að pussa eða eitthvað svoleiðis. Það eru Icefog bara bráðnaði bara, hann er bara steindauð. Og Trummy Heyrðu, chainar út, en er hann ekki döður bara? jú. Steindur, þeir hljóta ná einhverju Dire's top tower is under einhverju fyrir þetta. Chromium er byrjaður að gera damage. Já, þetta var svolítið... Hvernig bráðnaði hann svona hratt á Beastmaster? Var það bara ekki hérna... Var það Gyro að gera... Já, mér finnst það bara að vera Gyroin og... Já. Cooldown og... Já, Hurtzið og Goleminn. Einmitt. En þeir fara ekki, reyndu ekki á Tormir á topp, er ekki Tormir þá bara ódauður? Nei, hann er búinn. Ok. Fengu Shard á væntanlega Moisla, já. Eða Dragonite. Eða Dragonite. Nei, það getur ekki verið Dragonite því að hann er ekki læstur í networth. Jú, ok. Það var Dragonite. Já, ok. Já, reyndar hefði verið skrítið að hann hefði keypt hann. Það er roll milli 2 legstu, eða ekki? Jú, en er þá Súsin búinn að kaupa sinn? Ég bara hef ekki hugmynd. Já, hann var búinn að kaupa á Moislu og Radiant are scared. Dragonite hefur bara verið lægsti af sínum kors. Ok, finna hópa á hana, en þeir Trummy er ekki að fara að ná neinu þarna, sko. Nei, hann deyri ef hann fer lengra. Já, og... Hann er að vera að deyja. Hörðu! Steindauður.
Toppar. Heyrðu, hann lappa bara í burtu. Já. Stönn samt á BGB Consequence. Gyro, BGB á móti. Grétar. Deyr! Nei! Þetta er Timbersaw á móti Strength Edge'um. Hann bara... Maður heldur að maður sé að fara að drepa Timbersaw en þá missir maður 30% HP á einu kúi. Já, en hann þurfti hann að sýna sig þarna. Jú, ég skil okkur að hann góði, þetta vantaði ekki mikið upp á. Ég trú ekki að Timbersaw er þarna á lífi ennþá bara... Já, þetta er, hann er með mikið HP með Pipe og Lotusorb. Já. HP Regen, hann er... En hann samt lappaði í 4 hetjur og tower og bara... Já. Hann átti að deyja hana. En hún er með bara alveg sama. En hann vissi að Dragonite var að koma á eftir honum. En þeir drepa samt Dragonite, þannig að Chromium er ennþá bara ekki búinn að deyja í svolítið tíma. Warlock steindauður. Roar og Nimbus notað. Og þeir klára hann að tower væntanlega. Já. Eða hvað? Nei, þurfa það svo sem ekki. Og Shadow Demon líka. Vá. Hvað heldur að liðin sé að segja núna við hvert annað? Hvað er Chromium og hópar örugglega bara á streyminu sínu, ekkert að pæla? Já. Tala við chat. Já. Sko, ég veit það ekki en þetta er svona, þetta lukkaði mjög vel fyrir NLG fyrir svona 4 mínútum en svo einhvern veginn eru Rím búin að setja í 5. gear aftur eins og í leiknum á hann. Já. Kissi mjá mjá, sko. Erum við ára að fá okkar Echo hérna? Þeir eru að fara að reyna eitthvað núna. Já, Warlock, Golem. Þeir eiginlega bara Dawnbreaker á að ná allavega ulti í gegn hérna. Men þeir labba bara í burtu. Já, þetta var svolítið ég heldur að það hafi verið svolítið hræddir á NLG og kannski skiljanlega. Hendur bara í Fissure og Warlock Golem til þess að defenda. Þeir eru að passa sig á Echoinu. Já. Þeir eru alveg með gott counter initiation einhvern veginn á báðum liðum, þannig að... En núna þegar þeir fara aftur að pússa þá er engin Golem. Já, og Rím er með einhvern veginn aðeins meira svona pick-off potential með þessu Nimbus á samt Shard hjá Moisla geta bara einhvern veginn alltaf 3 góðað á 1. Þeir eru líka bara svo þykkir, þeir eru með Timbersaw, Beastmaster, Dragonite og Elder Titan, það er allir... Það er engin Ancient Aberration þarna, sko. Nei. Það one-shotast, svo bara hoppar Súsin eitthvað, það er verið að berja... Býtum við, Moisla döður. Vel gert Biggi. Það ætlar enginn í vistómið, sant? ætlaðir að gefa Grétar eða fórlega láta hann? Nei, þeir ætla bara að gleyma því. Já, hann fór enginn í vistum. Moisla er í mæknum að segja, nei, þetta er ekki hans. Illu. Ekki í mæknum. Það tók það enginn? Nei. Kissi kissi mjá mjá, kissi kissi mjá mjá mjá. Ég held að Shakerinn væri með svona 5k meira networth ef hann hefði maksað Fissure. Já. Og fengið sér Kaja, nei, fengið sér svona Shardinn og undan Jassa. Já. Það eru 10-12 mínútur síðan. Mér sýnir Satanic vera á leiðinni til Gyro. Það er... Já. Það er alveg frekar gott item á Gyrounum. Já. Hann er líka bara... Hann einhvern veginn ætti ekki að... Þeir ætti ekki að ná að bursta hann í roar lengur, held ég. Nei. Með Axe, já, Satanic. Það líka bara að ná kúlunni á Shadow Demon. Einmitt. Eða Dawnbreaker að halda sér fjarri og vera tilbúin út inn. Já. Hann er alltaf núna topp á Dawnbreaker, en Beast líka. Það er smókað á NLG. Já. Þeir lappa á Súsin.
Ef þeir finna súksin hérna, þá geta þeir tekið hennar Ross held ég. Þeir vita á súsinu. Já, hann að sína sig á laun. Já. Purchaður. Gott Echo Stomp, en nær bara, náðu bara svæfa einn Common Echo. Nei, ok. Þetta hefði verið skemmtilegt Echo. Já, gott að nota ekki Echo. Það held að sé betra að geima það. Þannig að hefði ekki... Þeir eru hvort þeir bara fara að ná þessum tower frítt held ég. Radiant's bottom tower Já. is under attack. Radiant's bottom Þeir voru reyndar með held ég frítt Fortify á Radiant. Já, mistu af því. Já, en stundum gleymum maður því. Já. Timberstone er að fara í Axe. Ég hef ekki ennþá séð Jules í hinu liðinu, þannig að það ætti að vera... Hann er reyndar að fara í Axe á móti Shadow Demon. Ég er hættur við þetta Jules dæmi sem ég var að segja. Það er smá crazy. Já, byrju... Shadow Demon R-ið tekur bara... Já, ertu að tala um að Timber var á leiðin í Axe? Já, hann er á leiðin í Axe. Er hann á leiðin í Axe? Já. Einmitt. Hann er bara man-Q-a hann. Já. Svona að það fer bara Earthshakerinn eða eitthvað í Jules. En ég væri að hafa áhyggjur af þessum gyro, ég væri rím núna, 23k networth. Já, þetta er einn stór gyro. Já. Hann er bara með 6k meira networth. Nær Timber lastutinu, Radiant náði killinu. Þetta var vel gert hjá Rím að fá allavega killið. Og hvernig birtist Consequence bara þarna? Blinkaði hann inn? Nei, hann var hann að setti eld eitthvað, var að reyna að skjalda fyrir vinsinn, en hann notaði BGB til að tippa út. Þetta var... Já, þeir geta keyrt á high groundi þarna. Og Timber döður. Þarna kemur Axe, Dawnbreakerinn. Já, vel gert hjá Dyer með Aegis og level 22 gyro. Og hann er bara kominn góða leið í Butterfly. Það er bara... Já. Það er bara 2500 kjall, þá er hann kominn með Butterfly. Já. Það er jafnvel aðeins minna en 2500. Þetta lítur ekki vel út fyrir Rím núna. Nei. En þeirra plan er svona hvort þið er eiginlega bara bursta niður. Ég held að þeir... Já, en hann er bara með Axe. Já. Nei, ég meina Aegis. Aegis, já. Þannig að hann getur bara dáið einu sinni að hafa með BGB, Satanic og... Já. Þeir þurfa að bursta hann þegar þessi Aegis er farinn, sko. Já. Súsin ekki farmaður og í síðasta leik, ekki allavega þannig farmaður en ekki meðal hæstu eins og áðan. Nei, hann er ekki Pors 3.5. Nei. Shaker að fá frían 300 kall þarna úr þessu veifi. One-shot af veifið. Já. Já, það var smoke sem fór ég ekki neitt hjá Dyer. Ná að koma sér í stöður samt fyrir Wisdom. Það er 77% win probability. Á NLG. Já. Og alla línunar þeim í hag. Það væri spennandi að sjá... 76 núna örgla. Já. Þetta. Það væri spennandi að sjá... 75. Hann er worth 2%. Já. Og Barry. Já. Þetta var eftir á, hann var 2 á hann. Já. Þetta 1% var eitthvað creep. Potið. Það væri gaman að sjá þessu seríu fara 1-1. Svona... úrslita liðin í fyrra að fara jöfn út. Þá fer þetta að ráðast á... markatölu. Já, einmitt. Þá fer þetta að ráðast á einhverju öðru. Ef eitthvað annar lið nær einhverjum leik af... öðru hvoru liðinu, sko. Sem getur vel gerst.
svona Networthið á 3050 mínútu er næstu það sama aftur. já, Þeir eru eitthvað ekkert eðlilega jöfn að farma þessi lið. einmitt en, Are scarce. já 6k á því er á Gyronum. Já. Hinir kórarnir eru alveg item á undan kórs í dagir. Sko, ef þeir ná að drepa Radiant's top gyrocopterinn, tower is under attack. þá er fætin held ég bara búinn. Radiant's top tower has fallen. En hvernig ætla þeir að drepa hann? Einmitt. Taka Torm. Radiant's top tower is Keirsla, under attack. tæpur, glæpur þarna. Já. Þannig að bara spúa eldi. Timbersaw. Taxiardin. Við komum með þarna auka Radiant's top rocket. tower has fallen. Nei, hérna attacks. Flakkanon. Já. Gyron. Er það ekki 20 talentir? Jú, 3 auka flakkanon attacks. Hann er þykkur. Já. Hann er bara 6-slottaður. Reyndar með boot. Og ég giska á hann selji það á endanum og fari í eitthvað gyrnilegt. Eitthvað swift blink eða eitthvað. Já, hann gerir það ekki. Ef hann kemst svo langt. Kísi, kísi, mjá. Fær að lemja 10 sinnum með flakkanons. Ég held að það séu ekki margar hetjur þarna sem þola það. Nei. Jú, er það bara ekki Súsin og Elder Titan sem en hinn er fann á kannski að hlaupa í burtu áður en þess fá 10 skot í sig. Já, ég er að segja ef hann nær að lemja 10 skot Já. með Daedalus þá munum margir bráðna Já. með hjálp frá liðinu í Þokkabót. Já. Ok, þetta er hálfvandræðilegt. Chromium sér þá. Nei! Einhvern veginn Ok. gerist ekki neitt. Það er allir að fara á nálum hérna. Það Já. þorir engin einu. Það er allir hrættir að vilja allir fá hennan Game 2 í vasan. Það er bara verið að pota úr mikilli fjarlægð og það er þarna góður Dire Ward en þeir komast ekkert aðeins. Þeir eru orðnir aðeins lokaðir inn í beysinu á Radiant. Þeir smóka samt. á rím. Vilja þið bara fara í bygga? Byggi er búinn að blikka út. Radiant's middle tower is under attack. Blinki búið á Dragonite. Blinkar út. Hann nær einu í viðbót en hann er búinn blinkan að núna, poppaður. Róraður, Earthshaker er bara dá. dauður á Shaker. En núna er Gyro. Sjáðu. Fær að lemja. Orðin godlike. Consequence stein döðu líka. Þeir eru gefið honum Rampage. Já, Farað að drepa. Kísi, mjá. Þetta byrjaði nú eins og Rím væri að fara að taka þetta. Svo kemur bara Gyrocopter ítir á E og A-klikkar í jörðina og það degi allir. já. Radiant structures are fortified. Þeir eiga einhvern veginn engin svör lengur. Is under attack. Komum 40. mínúta og NLG bara með aðeins svo mikið af Tower has fallen. hlutum til þess að hjálpa þessum Gyro. Já. Þeir eru samt að gera vel að ná Shakernum alveg út. Hann er svona búinn að fá Radiant's middle tower is under attack. Gyrocopter gerði 3400 damage. Já. Sérst á skjánum. einmitt. Herðu, þeir góðan, engin Shadow Demon. Það er út í. Donald, Satanic, Oh. Satanic. Oh my god. Og Shadow Demon Purchar, hann er dauður. Hann springur núna, eittur og NEI! 40 HP! Herðu, hann dó samt. Í hverju dó hann? Einhverju flakkanon? Moisla hefur örugglega eitthvað svæft hann og sprengt hann með ultíinu myndi ég giska á. Ég veit það ekki alveg. Radiant's bottom tower. Þegar ég var að pæla hvernig Timber er dó, svo sá ég alltaf Gyro döðan.
buyback að Gyro? Ef Gyro deyri þetta alls ekki búið. Hann kemur saman með BKB. Já, hann kemur BKB. Það eru allir með buyback í rím. Radiant's middle tower is under attack. Axe komi á Elder Titan. Já. Dire's Það alvöru Axe. Ok, slípar baklanið. Sjáu þetta flak kanon. Úff. Radiant's middle Heyrðu, has fallen. það bara löpuð allir í burt og mist engin líf. Já. En hvað er hann að gera? Hann er döður. Hann blikkaði inn. Fórstaffið hann. Hann er góður. Vá, þetta var svona, mér fannst þess að liðin hans væri akkurat að hugsa, já, þeir náður Axe, förum bara. En þá blinkaði hann inn á Consequence. Kissi kissi mjá mjá. Var nú eitthvað lengi að stunna þarna. Já, hann náttúrulega mantaði þarna rétt áður. Já, Það var, hann var eitthvað að reyna að manta dodsa en Dire are já. scanning. Moisla lappar upp með skjálatuskun og töflu voruð inn. Sko, hvað er Dragonheadinn með? Já, Hann er nú hann bara er með eiginlega- Mageslayer og Daedalus Já, í Tempest. hann er eiginlega ekki nógu formaður, sko. Hann er með Wand ennþá. Já. Þetta er 9 eða 8k munur á Karri Já. og ég held bara með hverjum, já, fá Aegis aftur á Chromium. Mjá kissi kissi mjá mjá mjá. Núna er einhvern veginn Kissi kissi mjá mjá. Kissi öll von úti einhvern veginn úti að hafa bara bæbæka. Já. Það var svona, ég sá það sem Ég veit ekki hvernig þetta að drepa hann tvisvar nema að sé komið refresher á Beastmaster eða eitthvað svoleiðis. já, einmitt. Hann er nú að fara í refresher, hann er alveg Já, það er alveg 2000 kalli. 1700 kalli í það. Já, En það verður samt allt of erfitt að drepa hann tvisvar með allt liðið bak við sig. já. En svona neutral items hjá hvorum liðum það eru einhverjir outworld staffar einn og já ok Það er bara 2 desun já í leiknum. á Shaker og Trummy og Timber Veit nú ekki hver annar að það vilja það svo sem í þessum leik. Nei. Þeir finna súsinn. Já. Hann bara TPR þótt að sé 13 stönn sem hægt að stunna hann með. Já. Ég veit ekki. Hann er samt með buyback. En Já. það er double damage top sem er að fara úr leiknum eftir 10 sekundur. En mér sýnist Timberson vera að sækja það á réttum tíma. Þetta er gott að hann sé komið með refresher á Dawnbreaker. Það er komin Divine. Já, komin Divine. Þetta lítur ekki Bara vel. búið, það er aðeins svo mikið eftir það sem Aegis, það er Hann er bara sofandi að slátra á turninum núna. Já. Chromium að vinna rými í svefni. Já. Radiant's middle barracks has fallen. Radiant's middle Get ekkert gert, þeir Þeir eru bara að halda koma örugglega nálægt bara að áfram, deyja. sko. Já, já. Dawnbreaker pushar út næsta wave. Gyro nær þessu með Axe. Heyrðu, hann missar 3. Nei, hann er steindur. Þetta var dýrt miss. Steindur. 110 sekundur án Timberson. Hvernig er buyback statusinn hjá þeim? Þeir eiga buyback á öllum nema Timber og Elder Titan. Ok. Það er verið að góa Shadow Drepa Demon er Shadow Demon. dauður. Warlock er dauður. En Gyroinn er bara að fara að slátra öllum örugglega. Já. Hann er bara reyndar. Consequence eitthvað að berjast við Wu og bara ræður ekkert við hann. Hann er Nei. steindauður. Wu Og núna er engin notaði trygg. refresher. Þú ert ekki að fara að berja hann með sverðinu þínu í þessum leik. Nei. Kláraði Red Bulli sem náðan. Já. Radiant's top tower has fallen. Radiant's top barracks are under attack.
Þeir þyrfti nú ekki einu sinni, hann er með BGB og Aegis ennþá, hvað? Nei, þetta er bara Megas alveg 100% sko. Já. Það var líka ennþá bara 50 sekundur eða eitthvað í dregan, það er... Heyrðu þið, Moisa! Gott slíp hjá Moisa, drepur 2. Hann er að koma aftur. Örugglega að fara að smalla á alla, en gott rór. Moisa döður. Í 110 sekundur og hann er ekki með buyback. Consequence bráðnaði. Ekki með buyback. Þetta lítur ekki vel út fyrir Rím. NLG bakkar væntanlega bara núna og býður eftir bara Warlock gólum. Bara af hverju þeir eru að bakka, hver ætlar að drepa Gyrocopter? Ég held að bara ef Warlock últar í jörðina og situr á tower til að standa fyrir framan Gyro, þá Gyro bara var að klára þetta. En engin Aegis núna, þetta er ekki jafn þægilegt að fara high ground þarna. Nei. En ég veit ekki alveg þetta það er erfitt að... Hvað var þetta damage? Já, Moisa. Já, hann hitti á líka alla. I'm the carry now. Já. Og bara hoppaði inn og barði allt í klessu. Já. Hann eiginlega bara one-shotaði shakerinn, sko. Þetta var eitthvað. Hörru, hann er komið með blink á Gyro. Já. Fyrir blink og á ennþá buyback pening, ætlaði að sé ekki stutt í, mínúta í buybackið hans. Þeir geta alveg bara farið á hann turn og vita að... Og það er bara fáni. Já, þeir vita að þetta er dieback á báða, sko. Þeir hafa núna 4 sekundur meðan flakkanon er á cooldown en geta ekkert gert á með hann. Nei. Þeir þurfa líka að bíða eftir Dragonite karínum sínum sem er einhvern veginn. Þeir eru ekki með Fortify. Og hann sett hann í kúlu. Áfær hann Satanic BGB, full OP. Timber döður. Þessi kúla var rosaleg. Vel gert hjá Bigga. Og þeir eru allir döður. Og þeir eru bara alltaf, Vú er bara alltaf í 1v1 og enginn getur drepið hann. Consequence valdi usla hérna á baklínuna en já, það eru steindauður. 1-1 í þessari seríu, rosaleg sería. Redemption. Þeir ætluðu ekki aftur að... Vel gert NLG. Þetta var svona... Alvöruleikur. Chromium mentalityð. Já. Sem mann var að halda í við alveg lengi í Game 1 en þá var bara einhvern veginn small ekki hjá þeim. Nei. En rosalegur þetta leikur. Var rosa jafnt lengi þessi leikur. Ég held að Rím var með þetta á góðum tímabúti. Já, þetta leit út alveg eins og fyrir leikurinn í smá. Já. En svo voru bara NLG bara að gera allt rétt. Einmitt. En á meðan networkið er svona tæft, þá... Þeir eru bara hnífjafnir upp að... Já, þá þarf bara eitt slæman fight hjá Rím og Chromium en þá með network lead. Þeir eru hnífjafnir á 32. og hálfur. Já. Þetta er alveg... Svakaleg sería. Svakaleg sería. Leiðilegt að fá ekki Game 3. En... Já. Er ekki hérna... eiginlega bara bannað að velja annan standard player heldur en Chromium á Gyro? Gekki kúla á Bigga í lokin og liðið spilaði vel. En það var ekki nóg fyrir MVP þeim spilað hana. Herðarnar á Chromium styrðar eftir þennan gerir ráð fyrir. Hann þarf að fara að hvíla baki eftir þennan. Þetta var alveg rosalegt. 940 GPM, 1200 XPM. Gerir langmest damage, hann er bara eina damage í liðinu þeirra. Já. Það þurfti líka svolítið að spila þannig. Jafn mikið damage og top 3 undir honum nánast, sko. Þetta var... En vel gert hjá NLG að hafa svona kannski fattaða þegar þetta var svona jafn leikur og þeir vissu að Chromium væri mjög farmaður
og þyrfti bara 1-2 auka item til þess að klára þennan leik og það gjörsamlega gerðu þeir. Þegar eitt auka itemið Divine Rapier þá Já. þá er þetta alveg auka item en já, þeir bara keyptu þennan Rapier og kláruðu þetta. Já. Þeir bara gátu ekki drepið hann með kúlu og vú á bakinu og Nei. Buyback og beint í rós. Já. Fengur næsta Aegis. Þetta var alveg rosalega serja. Já, þannig að stöðutablan uppfærist þannig að þessi lið fá bæði 1 sigur. Já. Og núna veltur það bara á öðrum viðuregnum ef þau ná að ræna einhverjum leikjum, annars þarf eitthvað tiebreaker á milli þeirra gerir ráð fyrir, svona með við sterkastu liðin síðasta sísoni. Það varum gaman að fá tiebreaker. Það sé best of one tiebreaker. Já. All random. All random. All mid. Já. What the fuck mode. Já. SF mid 1v1. Já, mid. Það var líka gaman. Já. Það var gert nú á einhverjum mótum daginn, eitthvað svona eitthvað bull. Eitthvað mid bull einhver tiebreaker sko. Já. Takk fyrir Cursecast. Já, gott Cursecast. Takk fyrir áhorfið. Takk fyrir áhorfið og þá bara sjáumst við það sinni. Já, takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Býttu hann að skipta akrein? Welcome everyone to the Kia Tiltproof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Wallop looking composed. 2, 1. And Wallop, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Karma may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our Tiltproof Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already lost. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
Radiant's courier has been killed. Dire's middle tower is under attack. Kishi kishi meow meow, kishi kishi meow meow meow. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Kishi kishi meow meow, kishi kishi meow meow meow. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. Kishi kishi meow meow, kishi kishi meow meow meow. Dire's bottom tower has fallen.
Kissy kissy meow meow, kissy kissy.